Í reikningi með almennum brotum þá getum við þurft að finna samnefnara, en það á reyndar bara við ef það er plús og mínus í almennum brotunum. Og svo fullstyttum við alltaf, alveg sem hvernig almenna brotið er. Það er mjög einfalt að reikna almenn brot sem eru með sinnum eða deilingu. Ég skulum bara taka eitt almennt brot, 2/3, sinnum eitthvað annað almennt brot, 4 aðrir bara. Þegar við erum með sinnum þá einfaldlega margföldum við teljarana saman og nefnarana saman. Og fáum þá 2 og 4 eru 8 og fyrir neðan strika 3 og 2 sem eru 6. Á þessu tímapunkti fullstyttum við þáttum. 2 gengur upp í 8 4 sinnum, 2 gengur upp í 4 tvisvar og 2 er prímtala. 2 gengur upp í 6 þrisvar sinnum og 3 er prímtala. Strikum út pör sem í þessu tilfelli er bara 2 tvistar og þá fáum við 2 og 2 eru 4 fyrir ofanstrik og 3 fyrir neðanstrik. Þið megi skila svarinu svona eða þið megi segja 1 heill og 1/3. Ég gef rétt fyrir bæði á þessu sinni. Seinna krefst ég þess að þið breytið þessu í 1 heill og 1/3 en núna er þetta nóg. Í deilingu er þetta næstum því eins, við fáum bara 2/3 deilt með 4 aðrir og það er mjög einfalt að reikna þetta. Deiling er margföldun aftur á bak og þá tökum við bara og breytum þessu í margföldun og snúum aftara brotinu á haus. Þetta brot hér snýst bara við og verður þetta brot hér og við breytum þessu í sinnum. Síðan margföldum við bara saman, 2 sinnum 2 og 3 sinnum 4. 2 sinnum 2 eru 4, 3 sinnum 4 eru 12 og fullstyttum. 4 2 og 2, 2 gengur upp í 12 6 sinnum, 2 gengur upp í 6 þrisvar sinnum og 3 er prímtala. Strókum út tvistana og tvistana. Fyrir ofanstrik klárast allt og við setjum 1 í staðinn og fyrir neðanstrik verður eftir 3. Þetta er margföldun og deiling. Margföldun, margfaldið teljara með teljara og nefnara með nefnara og fullstyttið. Í deilingu snúið aftara brotinu við, margfaldið teljara með teljara og nefnara með nefnara og fullstyttið. En í plús og mínus er þetta örlítið flóknara. 2/3 plús 1/4 og 2/3 mínus 1/4. Í plús og mínus þarf að finna samnefnara. Og við skulum hafa þetta aðeins flóknara. Nei, við skulum ekki gera það. Við skulum gera þetta svona. Til að finna samnefnara þá skrifar við nefnarana sem eru 3 og 4. Og þú þáttar þá. 3 er prímtala og 4 er 2 sinnum 2. Ef þú finnur einhver pör þá margfaldar þau pör bara einu sinni, eins og ég ætla að sýna bara á dæminu á eftir. En núna eru engin pör, þannig að þú finnur samnefnara með það margfaldar þetta bara allt saman. 2 sinnum 2 sinnum 3. 3 og 2 eru 6, sinnum 2 eru 12. Samnefnari hér er 12. Á þessu stigumálsins skrifar við nefnilega 12, þannig að þetta verður eitthvað 12 pluss eitthvað 12 og sama sem eitthvað 12. Með hverju þurfti ég að margfalda 3 fyrra brotið til að fá 12. Ég þurfti að margfalda það með 4 og þá margfaldi það sem er fyrir ofanstrik líka með 4. 4 sinnum 2 eru 8. Með hverju þurfti ég að margfalda 4 til að fá 12. Ég þurfti að margfalda það með 3 og þá margfaldi það sem er fyrir ofanstrik líka með 3 og það verður þá 1 sinnum 3 eða 3. Og hér er skref sem ég vil gjarnan sjá og það er þá að þið takið saman á 1 strik. Þetta verður 8 pluss 3 12. 8 pluss 3 eru 8, 9, 10, 11, þannig að þetta verður 11 12. Svo fullstyttið þið, eða reynið það, 11 er prímtala, 12 er 2 sinnum 6, 2 gengur upp í 6, 3 og það er engin pör, þannig að þetta verður bara 11 12. En þið fáið aukalega fyrir þetta skref. Jafnvel þó að sé augljóst frá byrjun að það sé ekki hægt að stytta út nefn pör, þá fáið þið stig fyrir að gera þetta. Og í mínusnum er þetta alveg nákvæmlega eins nema þá bara er mínus alltaf og þetta verður 8 mínus 3, þannig að þetta verður 5 12. Þannig að við þurfum ekkert að reikna það sérstaklega. En þetta var óauðvelt. Tökum aðeins erfiðara dæmi, líkara því sem þið getur búist við að fá á prófinu.
Við skulum bara segja að við höfum 2/6 mínus 1/8. Finnum samnefnara. Nefnarinn er 6 og nefnarinn er 8. 2 gengur upp í 6, 3 sinnum og 3 er prímtala. 2 gengur upp í 8, 4 sinnum, 2 gengur upp í 4, 2 og 2 er prímtala. Þið með alveg skrifa hjálpar línurnar þarna. Finnum pör, það er 1 fyrsta par. Þannig að þegar að ég bý til samnefnara, þá tel ég þessa 2 tvista bara einu sinni. Það hafa verið tvistarnir þarna í parinu, sinnum þristurinn þarna uppi, sinnum þessi 2 tvistar niðri til að fá samnefnaran. Og það er mjög góð regla í svona að þegar maður er að margfalda þetta allt saman að byrja á hæstu tölunni. Þannig að þetta er 3 og 2 eru 6, sinnum 2 eru 12, sinnum 2 eru 24. Samnefnarinn er 24. Lokið þetta einhvern veginn af frá dæminu, svo þetta ruglist ekki njútreikningin þar. Og hér er komið fullt af stigum á prófinu, fyrir bara það eitt að finna samnefnaran. Ég veit að nefnarinn á að vera 24 og þetta á að vera eitthvað 24 mínus eitthvað 24. Svo ætlum ég að taka þetta upp á eitt strik þarna 24. Ok, með hverju þurfti ég að margfalda 6 til að fá 24? 6 sinnum hvað er 24? 6 sinnum 4 eru 24 og þá þarf ég að margfalda 4 hérna líka. 4 sinnum 2 eru 8. Með hverju þurfti ég að margfalda 8 til að fá 24? Ég þurfti að margfalda með 3, þá er ég að margfalda með 3 hérna uppi líka. 3 svarar 1 eru 3. Ok. 8 mínus 3, 24 og ég skrifa það hér til að fá auka stig, ger ég svona auka skref og 8 mínus 3 eru 5, 24. Ég athuga og líka til að fá stig hvort það eru pör, 5 er prímtala, 2 gengur upp í 24, 12 sinnum, 2 gengur upp í 12, 6 sinnum, 2 gengur upp í 6, 3 svar og 3 er prímtala, engin pör, engin 5 á móti hinni, þannig að ég safna þessu saman aftur, þetta eru 5, 24. Og dæminu er lokið. Þetta ger ég í plús og mínus og svona finn ég samnefnara. Og ég ætla að gera einn samnefnara enn bara, ég ætla ekki að reikna dæmið, bara 1 15. Plús 2 18. Hvernig finn ég samnefnara hér? Jú, ég skrifa 15 og ég skrifa 18. Þátt að það. 2 gengur ekki upp í 15, 3 gengur upp í 15, 5 sinnum. Þannig að það er 3 og 5, 2 gengur upp í 8, 9 sinnum, 3 gengur upp í 9, 3 sinnum og 3 er prímtala. Og hér er par, þessi þristur hér og þessi þristur hér til dæmis, þeir þurfa ekki að vera fyrir ofan annan. Og ég margfalda það bara einu sinni, þessi þristur kemur bara einu sinni, svo kemur hinn þristurinn þarna og svo kemur 5-an og svo kemur tvisturinn. Og eins og ég sagði, gott að byrja á hæstu tölunni. 5 sinnum 3 til dæmis. 5 sinnum 3 eru 15, sinnum 2 eru 30, sinnum 3 eru 30, sinnum 3 eru 90. Og þar er ég búinn að finna samnefnarann. Svo þarf ég bara að komast að með hverju ég þarf að margfalda 15 til að fá 90 og með hverju ég þarf að margfalda 18 til að fá 90.